Amen. Takk fyrir að bjóða mér hingað einu sinni enn. Ekki spurning. Heyrðu, yfirskrift ræðunnar hann að leita að þér. Jesús að leita að þér. Þú vissi kannski ekki að þú væri týndur, en hann að leita að þér. Þakka þér, Drottinn minn, fyrir að þú ert hér. Ég þakka þér, Jesús, fyrir að ofurmagn kraftarins kemur úr brotnum leirkerum. Og ég bið þess að við fáum að upplifa ofurmagn kraftarins hér í dag. Við erum hérna þín vegna, Jesús, af því að þú elskaðir okkur að fyrrabragði. Og ég bið þú mætir okkur. Ég bið þig að tala í Jesú nafni. Amen. Einu sinni var strákur, svona 10 ára gamall, sem átti systur sem var alltaf að stríða honum. Hún var á leikskólaaldri og einu sinni þá segir mammans við hann, farðu nú með hana út í garð og passa hana þar, leiktu við hana. Það var svolítið stór garður við húsið og hann var vel girtur af með svona þungu hliði fyrir, þannig að garðurinn var lokaður. Og hann hlýðir mömmu sinni, fer með stelpun út í garð, en hann nú ekki búin að vera lengi þegar vinir hans koma og vildu fá hann til að leika við sig, og honum fannst þeir nú skemmtilegri heldur en stelpan. Og þannig að hann hugsar eitt augnablik, horfir svona í kringum sig og hugsar bara, ég skil hana bara eftir. Hún getur ekkert opnað þetta risastóra hlið, þannig að hann segir bara við hann, ég ætla aðeins að skreppa. Þú bíður bara hér og leikur þér, og síðan fer hann út fyrir hliðið og lokar hliðinu. Hvarflaði ekki að honum eitt augnablik að stelpan gæti opnað hliðið. Nema hann fer bara út að leika sér og svo rosa gaman hjá honum, og þegar hann nú búin að vera svolítið lengi þá hugsar hann sko, já, býttu nú við, ég átti nú að vera að passa þennan krakka, það er best að ég drífi mig tilbaka. Þannig að hann snýr við, og þegar hann kemur að garðinum þá sér hann sér til skelfingar að hliðið galopið og stelpan horfin. Og honum líður illa, honum bregður, og hann fer að leita, hleypur í næstu garða og hleypur út allt, finnur vini sína og segir, getið hjálpað mér að leita systur minni, ég er búin að týna henni. Og þeir grípa hjólin sín og þeir hjóla götuna á endað, kíkin í alla húsagarða, hrópa og ekki svarar hún, það bara svo jörðin við gleypt hana. Og þá allt í einu datt honum í hug að það var leikvöllur í bara talsvert mikilli fjarlægð frá heimilinu þeirra, sem mamma þeirra fór oft með stelpuna á. Og hann hugsa með sér, ég ætla að hjóla hana niður eftir. Og hann þurfti að fara yfir mikla umferðagötu, 2 akreinar í hvora átt, þess að 4 akreinar, og bara mjög hættulegt fyrir lítið barn. Og hann með kökkin í hálsinum. Því hann mundi bara allt í hennu hvað hann þætti vænt systur sína. Hún var týnd og hann bar ábyrgð á því. Nema þegar hann kemur að leikvellinum, þá kemur þetta litla kríli labbandi út hliðið og segir bara glaðlega, ég skrapp á róló. Eins og bara ekkert væri eðlilegra. Því að í hennar huga þá var hún ekki týnd. Hún hafði engar áhyggjur. En í hans huga var hún týnd og hann var ábyrgur. Og ástæðan fyrir því að hann fór að leita að henni var ekki sú að hún hefði gert allt rétt. Ástæðan fyrir því að hann fór að leita að henni var ekki sú að hún væri svo fullkomin eða að hún ætti að skilið. Það var eitthvað innra með honum sem olli því að hann fór að leita. Það var eitthvað í hjarta hans og hann elskaði hana skilyrðislaust, burt séð frá því hvað hún hafði gert. Því að hún var manneskja og hún skipti máli og hún tilheyrði fjölskyldu. Stundum getum við gert hluti sem við sjáum eftir. Hlutir sem við getum átt erfitt með að fyrirgefa okkur sjálfum, og þeir hafa mismiklar afleiðingar. En við sitjum uppi með sektarkennd. Og við höldum stundum að Guð hljóti að elska okkur minna
af því að við séum ekki nógu góð. Við verðum aldrei nógu góð. Ef þetta væri byggt á verkum, þá hefði Jesús ekki þurft að koma í þennan heim og deyja fyrir syndir okkar. Ef við værum nógu góð, þá gætum við bara fylgt lögmálinu. En Jesús elskar okkur skilyrðislaust. Og það er svolítið gaman að segja frá því að einu sinni þá týndist Jesús. Ég veit reyndar að það er fullt af fólki sem hefur týnt Jesú. En hann var 12 ára og hann fór með foreldrunum sínum á páskunum upp til Jerúsalem, sennilega vegna þess að hann var að komast í fullorðina manna tölu. Og þegar þau fóru heim, þá héldu foreldrar hans að hann væri bara með ættingjum og vinum. Þetta átti að vera skemmtileg ferð og hún var alveg skemmtileg þangað til þau voru lögð af stað heim. Hefur einhver tímann upplifað það að fara á svona mót og maður hugsa að ég vildi ekki bara sest hérna að. Ég þyrfti ekki að fara heim. Svona vildi ég bara hafa þetta. En í Lúkasarguðspjalli, 2. kafla og frá versi 41, þar segir: Foreldrar Jesú ferðuðust ár hvert til Jerúsalem á páskahátíðinni. Þegar hann var 12 ára, fóru þau upp þangað eins og þau voru vön og tóku Jesú með sér. Þau sáu örugglega eftir því. En þau voru þar út hátíðisdagana. En þegar þau sneru heimleiðis, varð sveinninn Jesús eftir í Jerúsalem og vissu foreldrar hans það ekki. Þau hugðu að hann væri með samferðafólkinu og fóru eina dagleið og leituðu hans meðal frænda og kunningja. En þau fundu hann ekki og sneru þá aftur til Jerúsalem og leituðu hans. Eftir 3 daga fundu þau hann í helgidóminum. Það væri nú frábært ef krakkar sem týnast í dag væri bara í kirkju. Það þyrfti ekki að leita að þeim einhvers staðar hérna í miðbænum, nema bara í dómkirkjunni. En Jesús sat í helgidóminum mitt á meðal lærifeðranna, hlýddi á þá og spurði þá. En alla sem heyrðu til hans furðaði stórum á skilningi hans og andsvörum. Og þau sá hann þar, brá þeim mjög og móðir hans sagði við hann: Barn, hví gerður okkur þetta? Við faðir þinn höfum leitað þín harmþrungin. Og hann sagði við þau: Hvers vegna voruð að leita að mér? Vissuð ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? En þau skildu ekki það hann talaði við þau. Og Jesús fór heim með þeim, kom til Nasaret og var þeim hlýðinn. En móðir hans geymdi þetta allt í hjarta sér. Ferðin sem átti að vera svo skemmtileg, hún breyttist í andhverfu sína á einu augabragði því að Jesús var horfinn. Og það var ekki eins og þau segðu bara: Jæja, þá var bara einum krakka gríslingnum færra. Hann skipti máli. Og líðan þeirra var skelfileg. Ég held að sé hreinlega ekki hægt að setja sig í spor foreldra sem eiga börn sem týnast. Og þau leituðu hans harmþrungin í 3 daga og þau hafa örugglega átt svefnlitlar nætur. Foreldrar geta haft áhyggjur á börnunum sínum, en krakkarnir verið sallarólegir. Eftir 3 daga, þegar þau fundu Jesú, þá vissi Jesús ekki að hann væri týndur. Hann vissi nefnilega alveg hvar hann var. En þau voru miður sín. Og svo segir hann þessa skrýtnu setningu við foreldra sína. Sko, hann var bara hissa á þeim að vera með þetta vesen. Akkur voru það að leita að mér? Vissu þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? Halló, hann var 12 ára. En hann átti þessa einlægu djúpu trú og hann þráði nærveru Guðs. Og hann sat á meðal lærifeðranna og bara spurði og þannig lærðan. Og það er þannig sem maður lærir. Maður kafar í orð Guðs, maður talar við fólk sem á bara meira heldur en maður sjálfur.
Og eitthvað skrítið þó að Jesús hafi seinna sagt, ég geri ekkert annað en það sem Guð segir mér. Hann hafði lært að heyra Guð tala. Hann hafði lært að eiga þetta beina samband við Guð sem hann vill að við eigum. Hann vill að við heyrum Guð tala og það er hægt. María og Jósef áttu fleiri börn sem voru sennilega ekki með í þessari ferð. Ef þau hefðu verið með, þá hefðu María og Jósef bara skilið þau eftir. Vegna þess að allt í einu þá er bara öllu ýtt til hliðar fyrir þetta eina barn sem er týnt. Og það getur alveg verið erfitt fyrir börn að eiga systkini sem týnast eða eiga systkini sem veikjast alvarlega vegna þess að það er öllu ýtt til hliðar fyrir þetta eina. Af því að þetta eina skiptir svo miklu máli. Og systkini geta upplifað að vera gleymd og systkini geta upplifað það, þau fara að gæta sín á því að rugga ekki bátnum, þau fara að gæta sín á því að vera ekki fyrir foreldrunum til þess að auka ekki á vanlíðan foreldranna og þau fara að bera ábyrgð og tilfinningu foreldra sinna. Og þau geta upplifað þetta að vera gleymd af því að það er eitthvað annað sem á alla athyglina. Og þetta getur mótað þau alla framtíð. Getið þið ímyndað ykkur að eiga Jesú fyrir stóra bróður? Hann var alltaf góður. Hann gerði alltaf allt rétt. Og þú komst aldrei með tærnar þar sem hann hafði hælana. Og það þýddi ekkert að keppa við hann. Ég er ekkert hissa á því þó að bræður hans hafi ekki trúað á hann. Þeir voru bara ekki alveg tilbúnir til að kyngja því hann væri Messías. En þegar þeir eignuðust trú, þá held ég að þeim hafi verið bara stórlega létt. Þeir og bara þau, stelpurnar líka, þau bara áttu aldrei séns. Og kannski höguðu þau sér bara alveg rosalega vel. En af því að þau voru alltaf að bera sig saman við einhvern sem var svo miklu betri að bara þau áttu ekki séns. María og Jósef settu allt til hliðar til að finna Jesú. Ég veit ekki hvort þú hefur einhvern tíma velt því fyrir þér að Guð, hann hefur sett allt til hliðar fyrir þig. Allt. Í Jóhannesar Guðspjalli 3:16 segir, svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og þó svo að þú hefðir verið eina manneskjan í allri veröldinni sem þurfti á Jesú að halda, þá hefði hann samt farið þessa leið. Af því að svo miklu máli skiptir líf þitt. Ekki af því að þú hefur alltaf gert allt rétt. Bara þvert á móti. Þú þarft á frelsara að halda. Og stundum getum við upplifað vanlíðan og við getum upplifað að við séum svolítið týnd, jafnvel þó svo við höfum eignast trú. Þegar við einhvern veginn römbum bara út af veginum og við vanrækjum trúarlífið okkar, þá getur þessi tómleiki komið inn. Og þá getum við upplifað þetta að við séum bara svolítið ein í veröldinni. Leiðin tilbaka er alltaf í gegnum samfélagi við Guð. Leiðin tilbaka er alltaf í gegnum orð Guðs og bænina. Og það í rauninni, það er mjög gott að gera sig grein fyrir því hvað þurfi að vera í lagi í lífi manns til þess að manni líði vel og til þess að maður sjálfur sé í lagi. Það byrjar alltaf á samfélaginu við Guð. Það er svo margt sem lagast þegar það er í lagi. Þegar fólk týnist og björgunarsveitir fá útkall, þá spurja þær ekki að því hver er týndur. Það er bara að fara af stað. Það er spurja ekki hverju við þessi áorkað eða af hvaða stétt eða stöðu er þessi.
Björgunarsveitir fara ekki manngreinarálit. Ef manneskja týnd, þá fara þeir á eftir henni. Og Jesús sagði einu sinni sögu í 15. kafla Lúkasarguðspjalls af sauðum. Ég segi nú stundum, við getum verið óttalegir sauðir. Og þegar það var verið að gagnrýna hann fyrir að umgangast syndara, fólk sem svo sannarlega hafði brotið eitthvað af sér, fólk sem hafði ekki allt á hreinu, fólk sem hafði gert allt mögulegt rangt. Jesús var gagnrýndur fyrir að fara ekki í manngreinarálit. Og þegar hann var gagnrýndur, þá sagði hann dæmisögu og hann sagði, nú á einhver 100 sauði. Og fólkið á þeim tíma það tengdi við þetta í því samfélagi sem það bjó í. Það á einhver 100 sauði og hann tínir einum. Skilur hann þá ekki 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem týndur þar til hann finnur hann. Hann hættir ekki fyrir hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðin á herðar sér hann finnur hann og þegar hann kemur heim, þá kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá, samgleðjist mér, því að ég hef fundið sauðinn minn sem týndur var. Og svo segir hann, ég segi ykkur, þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem tekur sinnaskiptum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki við. Kannski finnst einhverjum það galið að skilja 99 kindur eftir til þess að fara að leita að einni. Og sá sem á kindurnar, hann spyr ekki, býtu, hvað kind þetta aftur? Býtu, hverju hefur hún nú áorkað? Eða þetta kindin sem ekki vænstum? Hann spyr ekki að því. Ef hún týnist, þá fer hann bara á eftir henni. Og það getur vel verið að þér finnist þetta galið þangað til þú ert þessi eini. Þegar þú ert manneskjan sem týnist og þarft á björgunarsveitinni að halda, þá ertu þakklát og þakklátur fyrir að það ekki spurt hverju hefur áorkað. Það bara spurt, viðkomandi í neyð, förum og hjálpum. Þetta skiptir máli ef þetta ert þú sjálfur eða sjálf eða einhver sem þér þykir vænt um. Jesús sagði í Lúkasarguðspjalli 19. kafla, ég kominn að leita að hinu týnda og frelsa það. Hann sagði ekki, ég kominn að leita að þeim sem veit að hann týndur. Hann að leita að þeim sem hann veit að týndur. Og ef þú hefur aldrei gert Jesú að leiðtoga lífs þíns, þá ertu týndur. Eða ef þú hefur rampað út af veginum, þá Jesús að leita að þér. Og þú heldur kannski að þú eigir þetta ekki skilið af því að þú hafir gert svo margt rangt og stundum við að reyna að vinna okkur inn kærleika Guðs. Það ekkert sem við getum gert sem bætir neinu við frelsisverk Jesú Krists. Það var fullkomnað. Þegar Jesús gaf upp andan á krossinum á Golgata, þá sagði hann, það fullkomnað. Blessun drottins hún auðgar og erfiði mannsins bætir engu við hana. Á krossinum voru syndir þínar negldar fastar með Jesú og þær þær enn. Þær þar enn. Ekki fara að tína þær af krossinum til þess að bera þær sjálf eða sjálfur. Leyfðu þeim bara að vera þar. Og þegar Jesús steig niður til heljar og reis upp frá dauðum, þá urðu syndirnar eftir fastar á krossinum. Og þú ert frjáls. Það alveg sama hvað þú hefur gert eða ekki gert. Fórnin var fullkomin. Og Guð segir fyrir munn Hósea spámanns, ég festi þig mér alla framtíð. Ég festi þig mér í réttlæti, réttvísi, kærleika og miskunnsemi. Ég festi þig mér í tryggð og þú munt þekkja Drottinn.
Við getum vilst af veginum ef við vanrækjum það sem skiptir máli. Og þegar við verðum vansæl, þá svo gott að minna sig á að fyrsta skrefið tilbaka að eiga samfélag við Guð. Settu það í forgang. Guð notar alls konar leiðir til þess að ná athygli fólks. Og það eru algjör forréttindi að koma í kirkju eins og þessa og geta valið hér að gera Jesú Krist að leiðtoga lífsins. Það hafi ekki allir verið svo heppnir. Árið 2010 fóru 2 leikarar, íslenski leikarar á rjúpnaveiðar í Mývatnssveit. Jörundur Ragnarsson og Hilmir Snær Gunnarsson held ég hann sé, það ekki? Jæja, Hilmir Snær allavega. Þeir fara bara á skytterí, það snjór yfir öllu og það er ekki mjög langur tími síðan Jörundur sagði opinberlega frá því hvað hefði komið fyrir hann. Hann að veiða og hann að ganga yfir svona ójafna jörð þegar jörðin allt í einu opnast undir honum og hann hrapar ofan í sprungu. 9 til 10 metra djúpa sprungu. Og hann þar einn í kolniða myrkri. Það var talsverð vegalengd á milli þeirra og Hilmir Snær hafði ekki hugmynd hvað þau komið fyrir. Hann hringir í Hilmi og biður hann að kalla út björgunarsveit og segir honum hvað þau komið fyrir sig. Og Hilmir Snær verður honum verður mjög brugðið og hann fer að leita að honum. Jörundur ofan í sprungunni og hann heyrir allt í einu Hilmir Snær vera að kalla. Hann heyrir að hann að nálgast og hann svarar honum en hann heyrir ekki í honum. Hann svarar honum neðan úr sprungunni og Hilmir Snær heyrir ekki kallið. Svo heyrir Jörundur hvernig bara röddin fjarlægist og hann komin bara eitthvað í burtu og vonleysið fer að skríða inn og hann tekur upp símann sinn og ætlar að hringja í hann og hringir í hann nema þá Hilmir Snær orðinn batterislaus og svarar ekki. Þannig að Jörundur ákveður að hringja í neyðarlínuna, tekur upp símann til að hringja en í þann mund sem hann ætlar að fara að hringja þá hringir konan hans og hann sér á skjánum mynd af konunni sinni og pínu litlum sinni og honum verður svo mikið verður svo mikið að hann missir símann. Hann var ofan í 9 til 10 metra, hann var á 9 til 10 metra dýpi á einhverju grjóti sem hafði skorðast ofan í sprungunni. Þar fyrir neðan voru 30 metrar í botninn og síminn hverfur bara ofan í hyldýpið. Hann var með 2 rjúpur og 1 svala. Og hann hugsaði með sér, ég verð einhvern veginn að reyna að komast upp. Þannig að hann ýtir bakinu upp við vegginn og fótunum einhvern veginn í hinn vegginn og fer að reyna að fikra sig upp. Nánast komin upp en það svo mikill klaki og snjór efst að hann kemst ekki upp úr sprungunni. Þannig að hann þarf að fara niður aftur. Og hann segir í þessu viðtali, ég ekki trúaður maður, en ég bað til Guðs. Og þegar ég segi, hlustiði þegar Guð kallar ykkur í kirkjunni, þannig að hann þurfi ekki að leiða ykkur ofan í einhverja djúpa sprungu til að ná athygli ykkar. Hann fer aftur ofan í sprunguna og hann símalaus, hann með 2 rjúpur og 1 svala og hann liggur á þessu grjóti og hann hugsar með sér, ég get hámark lifað hér af í 2 sólarhringa og þá dey ég og finnst kannski bara í vor. En ég bæti við kannski hefði hann aldrei fundist. Hann biður til Guðs og svo liggur hann í hnipri á þessu grjóti en svo lýsir hann því hvernig hann fékk allt í einhvern innri kraft og ég segi þarna kom Jesúsinn. Þarna kom heilagur andi inn, þarna kom sá Guð til hjálpar sem hann hafði talað við í neyð sinni þegar öll sund lokuðust.
þá var bara eitt eftir og það var Guð. Og hann hugsa með sér, ég vil frekar enda lífið á að reyna að bjarga mér og hrapa niður. Máli var nefnilega ef hann ætlaði að reyna að komast upp, þá var hann að fara annar staðar, þannig að hann hefði ekki þennan grjótnullung undir sér, og ef hann myndi hrapa og hann vissi það, þá fær hann bara ofan í þetta hyldýpi og þá ætti hann engan séns. Og hann gerir sér grein fyrir því og hann hugsa með sér, ég vil heldur enda lífið á að reyna að bjarga mér en að liggja bara hér og deyja á þessum grjótnullungi. Þannig að hann fer að reyna að fikra sig upp. Og ég segi bara fyrir kraftaverk, þá kemst hann upp. Og þegar hann er komin upp úr sprungunni, þá hrópar hann, ég er lifandi, ég er lifandi. Og hann sagði, eftir þetta, það tók hann tíma að vinna úr þessu. Eðlilega, þetta er hræðileg reynsla og aftur, og ég held að það sé mjög skiljanlegt að fólk upplifir aftur og aftur að það sé að falla niður í eitthvað hyldýpi, að falla niður í eitthvað myrkur. Og það liðu mörg ár þangað til hann gat talað þetta, þangað til hann fór að tala þetta opinberlega. Og hann sagði fyrst á eftir, þá einhvern veginn skiptu þessi smámunir engu máli. Allt þetta sem við erum stundum að einhvern veginn að ergja okkur yfir. Svo líður tíminn og þá bara tekur vaninn yfir og maður sogast einhvern veginn aftur út í hversdagsleikan. Í orði Guðs stendur, hver sem ákallar drottinn mun hólpinn verða. Og það segir líka Jesú, allir sem tóku við honum, þeim gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þetta er ekki flóknara. Þetta er ekki spurning að við fylgjum öllum reglunum. Þetta er ekki spurning auðvitað að leitast við að gera það sem er rétt, gera það sem er gott og leitast við að syndga ekki gegn Guði. En fórnin var fullkomin og við munum aldrei geta orðið svo góð að við getum áunnið okkur himnavist. Dag einn munum við öll standa frammi fyrir dómstóli Guðs. Dag einn verður Guð svo persónulegur að hann mun lesa upp nöfnin okkar. Það verður nafnakall, bæði þeirra sem eru tilbúnir og þeirra sem eru ekki tilbúnir. Og þeir sem eru tilbúnir, Jesús hefur afmáð syndir þeirra. Þær eru ennþá negldar á krossin. Hinir þurfa að bera þeir sjálfir. Hver vill ekki þiggja fyrirgefningu synda sinna og eilíft líf? Mig langar að biðja ykkur að standa á fætur. Fólk getur þrætt það hvort Jesús hafi verið sá sem hann sagðist vera. En það getur enginn þrætt kraftaverkin sem Jesús gerir. Þegar Jesús læknar sárin okkar, þegar við komum til Jesú með fortíðin okkar, með brotin okkar, með syndirnar, með skömmina og sektarkenndina, sárin, og við fáum að upplifa lækningu á eigin skinni. Það getur enginn sagt að það sé ekki rétt. Það er ekki hægt að mótmæla vitnisburðinum okkar. Þetta gerði Jesús fyrir mig. Hann læknaði sárin mín. Og mig langar til þess að bjóða ykkur sem vilja gera Jesú að leiðtoga lífs ykkar að koma hingað fram. Og við biðjum, því að Jesús er hér og hann heyri bænir. Og þið sem hafið jafnvel haltrað til beggja hliða eða ratað út af veginum, þið eru líka velkomin. Og þið sem hafið gömul sár og þið sem bara Guð hefur talað til í dag, komiði og biðjum saman, því að Jesús er hér. Og það segir, það kemur sennilega hér upp, það segir í orði Guðs, ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpinn verða. Þegar fólk stendur við dauðans dyr
og óttast það að deyja og veltir fyrir sér hvað verður mig, þá svo gott að muna að þessi leið svo einföld að manneskja sem liggur á dánarbeði og veit að hún á bara nokkra klukkutíma eftir. Þetta ekki flóknara en að biðja jafnvel í hljóði: Jesús, viltu koma inn í hjarta mitt? Jesús, viltu fyrirgefa mér? Jesús, viltu taka við mér eins og ég